heilt yfir þá hagkerfið bara að kælast og það að koma svona, ég ætla ekki að segja samdráttaskeið, það kólnunarskeið á markaði og ég hef heyrt af þessum uppsögnum á verkfræðistofum og það ekki einu vinnustaðnir sem segja upp fólki, það út allt svona aðeins verið að hægja á ráðningum og aðeins að segja upp. Þannig að það bara, þú veist, það aldrei skemmtilegi tímar en ég held að þetta sé bara svona hluti af eðlilegri, þú veist, leiðréttingu og fyrst þú varst að tala áðan hvernig lækkar húsnæðisverð og þú segir að húsnæðisverð sé of hátt 10-15%, sko húsnæðisverð að lækka núna á sem besta hátt. Þetta svona búin að vera frekar mjúk lending á fasteignamarkaðnum. Þannig að fasteignaverð hefur lækkað núna að raunvirði og í svolítið langan tíma og ef það heldur áfram að lækka svona hægt að raunvirði en hækka nafnvirði þá þú veist, það býður upp á miklu meiri stöðuleika. Þannig að mín von svo að þessi stöðuleiki haldi áfram, fasteignaverð bara haldi áfram að lækka raunvirði eins mikið það þarf. Ég veit ekki hversu mikið það þarf en þú veist, það leitar alltaf í eitthvað jafnvægi